Bæjarfulltrúar og gestir. 579. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómahöll 7. janúar 2020. Settur. Mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Steinunn Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Felix Rúnarsson, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólu Sanders, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Baldur Gummusson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjartan Már Kjartansson og sá sem að hér stendur Jóhann Friðrik Friðriksson. Nú á dagskráni í dag á þessum fyrsta fundi á nýju ári eru sex þættir á dagskrá. Fundargerð bæjarráðs frá 19. desember 2019, fundargerð bæjarráðs frá 2. janúar 2020, fundargerð barnaverndarnefndar lögð fram frá 16. desember 2019, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. desember 2019, fundargerð framtíðarnefndar frá 18. desember 2019 og síðast fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. desember 2019. Við munum þá ganga til dagskrár og gefi orðið laust fyrsta mál á dagskrá sem fundargerð bæjarráðs frá 19. desember 2019. Orðið laust. Eru einhverjir bæjarfulltrúar sem að vilja tjá sig fundargerð bæjarráðs frá 19. desember 2019? Svo ekki. Já. Bara á meðan að bæjarfulltrúar að ná í kökum og útskýra þetta eitthvað. Já, bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri, velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja því að óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og þakka fyrir það liðna. Mér langar bara að útskýra því að þetta ekki oft sem við sjáum þetta, en þarna eru fundargerðir bæjarráðs teknar sem sjálfstætt mál, það er að segja, venjulega þær saman, en þarna það tekið sem 2 mál. Ástæðan fyrir því er svo að málsnúmerin eru misjöfn vegna þess að þetta á sitt hvora árinu. Þannig að málsnúmerið 2019-05-0058 fyrir fyrsta mál og 2020-0010-002 fyrir annar mál. Það er eina ástæðan fyrir breytingunni. Það kom bæjarstjórnum fyrir þessa greiningu skýringu. Nú orðið laust fyrsta mál á dagskránni, fundargerð bæjarráðs og Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Velkomin í pontu, Friðjón. Forseti, okkur bæjarfulltrúar, gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir gömlu. Mér langar nú að koma hérna upp undir fyrri fundargerð. Lið 2, varðandi nýtt hjúkrunarheimili. Það er ánægjulegt að vita þess að vinna við það verkefni er langt komin og á þessu fundi bæjarráðs þá var samþykkt að halda áfram þessari vinnu við nýtt hjúkrunarheimili og vonandi á næstu vikum að þá lýkur þessum undirbúningi og við getum farið að hefja vinnu við byggingu hússins. Þetta er stórt og mikið verkefni og mjög ánægjulegt að það er gangur í því. Annars sem ég myndi nefna hérna er árslutauppgjör. Það er 4. dagskrárliður. Reksturinn á síðasta ári var góður. Þetta var lagt fram 9 mánuð uppgjör og reksturinn á áætlun og sem er mjög jákvætt í erfiðu ári. Við vitum að atvinnuleysi hefur aukist gríðarlega mikið og það er orðið 8% hjá okkur og kannski erfiði mánuði framöndan en við vitum líka að fyrirtæki eru byrjað að fara að ráða fyrir vorið. En það er þá ánægjulegt að sjá það að reksturinn hefur gengið vel og að fjárhagsáætlun skuli vera á áætlun. Já, bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að tala oft hvorki í dag eða á öðrum fundu bæjarstjórnar en ég sé mig knúinn til bara að árétta að vegna þess að hér er rætt annar mál frá 19. desember, nýtt hjúkrunarheimili.
Við erum enn í viðræðum við heilbrigðisráðuneytið hvort af þessu verður eða ekki. Samningaviðræður standa enn yfir. Og við fengum drög að samkomulagi frá þeim til okkar í desember, byrjun desember. Og það var, fyrir hluta desember, fórum yfir það á þessum fundi. Í kjölfari gerðu við athugasemdir, ekki stórfenglegar en einhverjar, og sendum tilbaka til ráðuneytisins og sögðum þetta eru athugasemdir og ábendingar og spurningar sem komu frá okkur við þessi fyrirliggjandi drög sem þarna voru lögð fram á þessu fundi. Við höfum ekki ennþá fengið svör við því eða viðbrögð við þeim ábendingum okkar. Þannig að bara svo það sé á hreinu að mál enn á því stigi og búið að vera allt og lengi að við erum í viðræðum við heilbrigðisráðuneytið hvort að við náum samkomulagi að hefja byggingu nýs hjúkrunarheimilis. Þegar þær viðræður hafa vonandi leitt til þeirra niðurstöðu að við náum saman málið, þá getum við farið að tala hönnun og tala framkvæmdasýsluna og ákveða svona næstu skrif í málinu. Ég vildi bara að þetta kemi alveg skýrt fram, svo menn sé ekki að misskilja þetta eitthvað. Já, orðið laust, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru fleiri sem vilja tjá sig fundargerð bæjarráðs frá 19. desember. Ef svo ekki, þá ætla ég að leyfa mér að bera fundargerðina upp fundin til samþykktar. Þeir fulltrúar sem geta samþykkt hana vinsamlega skefið merki og hún samþykkt 11.0. Næst er það þá annar liður á dagskránni, fundargerð bæjarráðs frá 2. janúar 2020 og orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 2. janúar. Margrét Sandes hefur hvað til hljós. Gjör svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir, gleðilt ár öllsömmul. Ég kem hérna undir lið fundargerð bæjarráðs frá 2. janúar og það eru 2 liðir. Það er annars vegar, það er fyrsta mál, það er húsnæðismál Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og 10. mál sem er fundargerð stjórnar Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Fundargerð stjórnar Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum í lið þar sem er númer, það skiptir kannski ekki öllu máli, en þar er talað húsnæðismál og þar er talað að umræður, eða það er ekki eins og talað umræður, það er bara húsnæðismál SSS, framkvæmdastjóra falið að vinna máli áfram til næsta fundar. Þetta er 18. desember. Síðan 2. janúar kemur minnisblað inn til okkar hjá bæjarráði og þar er búið að athuga með fjármögnun og fleira. Og eftir spurningar og kannanir kringum þetta mál, þá heyri ég að það sé verið að tala það að það hefur verið umræðum að kaupa eða leigja eða það er ekki alveg, það er allan að vera velt upp ýmsu, en Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur verið að gera ákveðna könnun á því hvað er hagstæðast að gera, hvað borgar sig að gera, kann að verða á húsnæði og annað og bara, sem er bara mjög eðlilegt og fínt. Það sem ég seti út á, ekki bara ég heldur við, það er það að við erum að sjá þetta núna þegar að málið er komið svona langt. Mér finnst allavega á frumstigum þessa máls, þegar að fara að stað með þetta, þá ætti stærsta sveitafélag allan að bæjarráðsfulltrúar eða bæjarfulltrúar, allan að forsvarsmenn þessara pólitísku fulltrúar sem sitja hér, að vita hvað er að gerast, því að þetta er kostnaður sem myndi klárlega leggjast á sveitafélaginu óbeint eða beint. Og það er nokkur sem búin að vera að segja, okkur hefur nokkur sem verið sagt og ítrekað margoft og það er samþykki fyrir því að Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum er ekki að taka fjárhagslegar ákvarðanir, þannig ég er ekki alveg að skilja þetta. Þetta minnisblað er lagt fram í bæjarráði, það er enga samþykktir enn í svoleiðis, þannig að ég rekna þá með að þetta komi fyrir bæjarráð. En með svona mál sem er hátt í 100 milljón króna dæmi, mér finnst allan að eðlilegt á frumstigunum bara að vita nákvæmlega hvað er að gerast og þetta er ekki frumstig. Ég er bara algjörlega búin að kanna það og það er ekki að koma einn upp og segja að það sé þannig.
Já, orðið er laust. Guðbrandur Einarsson, hefur hvað sér hljóðs. Villu Forsti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að óska ykkur gleðilegs árs og þakka fyrir gamla árið. Varðandi þetta mál sem að bæjarfulltrúar Margrét minnist hér á, húsnæðismál Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, þá vil ég bara ítreka það hér að það verður ekkert gert í málinu nema að leyfi fáist frá bæjarráði Reykjanesbæjar. Ég kynnti þetta óformlega fyrir bæjarráði samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hafði fengið fyrir einhverjum vikur síðan. Nefndi þetta á fundi og væri verið að kanna þetta. Og í mínum huga snýst þetta bara krónur aura. Þetta snýst ekki endilega kaupverð hús heldur hvort að við getum sparað á því að kaupa húsi frekar en að leigja það. Við erum þarna með ýmiss konar starfsemi í húsinu og búið að vera undanförnu þá hafa verið færðastofnanir í þetta hús til að nýta það betur og nýta þá þannig að fleiri væri þá að koma húsaleigunni sem að vera að greiða fyrir þetta. En ef það kemur í ljós að það er betra fyrir okkur að eiga húsið heldur en að leigja það, þá mun ég styðja það að húsið verið keypt. Samkvæmt þessu minnisblaði sem við fengum verið að bjóða okkur hugsanlega vexti sem eru þeir lægstu sem ég hef séð fyrir neðan 2%. Og ef að það er reyndin, þá held ég að við getum fara að nálgast það að spara okkur við það að eiga húsið heldur en að leigja það. Og ég held að það bara ráði niðurstöðinni. Húsið verður ekkert keypt nema bæjarráð Reykjanesbæjar samþykki það. Margrét Sanders var sjónarmun á undan. Vill hún gefa þetta eftir til Baldur Guðmundssonar? Baldur, velkomin í pontu, gerðu svo vel. Ég ætla síðan að biðja ykkur að svissa hérna nafnspjöldum líka þó að... Já, varstu að rufnast? Gerðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir, gleðilegt ár, takk fyrir það gamla. Það fjallum þetta sama mál og auðvitað viljum við að skynsemi ráði för í þessu, hvort það er betra að eiga eða leigja. Það er ekkert verið að gagnrýna kannski það per se, heldur svona benda á það hvað við erum einhvern veginn ekki alveg nógu vel tengd inn í SSS. Ég benti á þetta á síðasta aðalfundi að SSS er orðið svona, erum með mörg verkefni og við erum kannski ekki alveg nógu beitt hann inni, hefðum átt að nýta tækifæri og setja inn 2 fulltrúa í stjórnina til að vera betur upplýst, geta haft áhrif og nýtt þetta verkfæri betur. Þannig að í mínum huga er þetta dálítið þannig að þetta svona kemur í ljós að við erum bara ekki alveg nógu vel sett hvað varðar SSS. Ég hef alls konar skoðanir haft ýmsar skoðanir á þessu samstarfi sveitarfélagana. Sumt gengur vel, sumt gengur alveg enga veginn, sumt er í tómu rugli. En þetta er tæki sem við verðum að nýta. Það er fullt sem fer þarna í gegn. Það eru tækifæri sem að við erum hugsanlega að missa af eða erum ekki að nýta nógu vel. Þá er ég að nefna til dæmis eins og sóknaráætlanir og uppbyggingarsjóð og þess áttar. Þetta er ekki, við erum ekki í nógu góðu sambandi með við hvað við erum stór. Það er bara minn punktur, en auðvitað þarf að skoða þessi mál, en það sem við erum gagnrýna er fyrst og fremst þetta, af hverju erum við ekki meira inn í þessu. Já, Margrét Sanders, velkomin í pontu.
Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Gott að nefna það einmitt að oft er betra að eiga heldur en að leigja og það er auðvitað bara kostnaðargreining. En síðan er kannski þarf að fara og það virðist vera að hafa verið gerð athugun innan SSS. Hvað er hagstæðast að gera varðandi húsnæði? Er þetta rétta húsnæði? Er Reykjanesbær með eitthvað húsnæði sem hægt er að nýta? Er eitthvað annað húsnæði? Er staðsetningin góð? Er eitthvað annað sveitafélag? Á þetta að vera róterað á milli sveitafélaga? Og alls konar spurningar sem að bæjarstjórnir eða bæjarráð allavega að fulltrúa bæjarfélagana að þeir séu svolítið inn í þeirri umræðu ákveðinni greiningavinnu. Og það er kannski það sem að væri áhugavert að taka og væri áhugavert að heyra kannski í bæjarstjóra hvort að það sé hugsalega einhvað húsnæði sem hægt var að nýta sem við erum ekki að nýta hér í bænum. Og þannig að þetta er greining sem þarf að fara fram. Það er eingöngu það og við erum alls ekkit og ég vil taka það fram að stjórnin og framkvæmdastjóri SSS, það er alls ekkit verið að setja út á þeirra vinnubrögði sem slík. Það sem að við þurfum bara að auka, það er samstarf á milli bæjarstjórnar eða fulltrúa hér hjá bæjarfélaginu í bæjarstjórn og SSS. Það er þessi samskiptamál og fá upplýsingar fyrr. Takk. Guðbrandur Einarsson hefur hvað til ljós. Velkomin í pontu Guðbrandur Einarsson. Villufosti, já, ég er á sömu blasi og bæjarfulltrúi Baldur hvað SSS varðar og hefur verið það lengi. Við vorum mjög samstíga í skoðunum okkar á starfinu innan SSS, ég og fyrrverandi bæjarfulltrúi Böðvar Jónsson, fyrir allmörgum árum síðan. Og töldum að væri ákveðið meirihluta, það var ákveðin lýðræðishalli á þessari starfsemi. Og ég get vel skilið það að bæjarfulltrúi Baldri finnist það á sig hallað núna þegar að við eigum bara einn fulltrúa við borðið. Á sínu tíma þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta þá var fulltrúi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar inn í sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum sem fulltrúi var skipaður af Sjálfstæðisflokknum. Þannig að þetta og þá vorum við að kvarta og kveina. Við áttum ekki fólk við borðið. Og ég er alveg til í það að koma í vegferð með bæjarfulltrúa Baldri það að reyna að breyta þessu fyrirkomulagi á einhvern hátt. Það væri ekkert slæmt ef við værum hér með eitt frá meirihluta og eitt frá minnihluta inn í stjórn SSS. Það myndi hjálpa til. En ég veit ekki hvað tækifæri bæjarfulltrúi Baldur hefur verið að tala. Að við hefum átt að nýta tækifæri og setja inn 2 menn. Hvenær höfum við haft tækifæri til þess? Það er bara, menn beita neitunarvaldi, þannig að komið fyrir þetta. Já, á einhverju tímapunkti var þetta samþykkt að gera þetta svona. En ég tel og ég bara styð það að þessu verið breytt. Því að það er ákveðin lýðræðishalli fólkin í því að minnihluti í svona stóru sveitafélagi sem er kannski með 40% íbúa á baku sig. Hann er kannski með kjósendur á baku sig sem er bara samanlagður fjöldi allra hinna sveitafélagana. Þannig að það er auðvitað verulegu lýðræðishalli þarna og við skulum þá reyna bara sameinast að breyta því. Bæjarfulltrúi Gunnar Þórunnsson hefur hvað til ljós. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil nú byrja á því að óska ykkur gleðilegs nýs árs og gæfuríks. Og sömuleiðis vil ég óska bænum þess, Reykjanesbæ, að óska þess að þar geti orðið æskileg og góð niðurstaða á árinu
varðandi þetta mál, þá er nú búin að sitja í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum í nokkur ár sem formaður meðal annars. Staðan er náttúrulega dálítið önug í dag. Við erum með 4 fulltrúa þarna og það er sem sagt þannig að hver hefur bara 1 atkvæði og það leiðir til þess að það er í raun og veru bara ómögulegt að stilla upp oddatölu. Það er alltaf verið að tala 2 á móti 2 þess vegna eða meiri hlutin eða eitthvað svoleiðis verður þá að vera 3 á móti okkur sem sagt. Þetta er óþægilegt og er satt að segja svona óeðlilegt með við alla stjórnskipun. Við erum að vísu með neitunarvald en við getum auðvitað til dæmis í þessu máli sem hér er verið að fjalla í fundargerð fjármögnun, við getum auðvitað stoppað þetta með neitunarvaldi. Það er einfalt mál. En þá vorum við náttúrulega bara að gera skilaboð og koma skilaboðum til fulltrúa okkar í þessu máli. Hvað við viljum. Ég sé svo sem ekki tíð til foráttu að fara þessa leið. Það er þannig að þetta er svona bókhaldslega fjárhagslega sjálfstæð eining. Þannig að það kemur ekki beinlínis við rekstri bæjarins nema því leyti að við náttúrulega borgum fulltrúum okkar laun í þessu. En það er nánast það eina. Jú, auðvitað koma upp eitthvað svona verkefni sem þarf að koma að með einhverjum hætti fjárhagslega. En að fyrst og fremst er þetta sjálfstæð eining. Ég er alveg sammála ykkur í því að, svo ég bara endurteki það sem að hér hefur verið sagt, bæði hjá Baldri og Margréti og Guðbrandi, að það er óþægilegt að við séum með, megnið af íbúunum, meðan hin sveitafélögin eru raun og veru smá í þessu ljósi. Og við eigum í raun og veru að hafa þarna annarkvort bara algjört neitunarvald eða að við eigum að fara með atkvæði í hlutfalli við fjölda íbúa. Og það væri eðlilegast. Það er gert í Reykjavík til dæmis eða á Stór-Reykjavíkursvæðinu og eðlilegt að fara þá leið. Við höfum margoft reynt að breyta þessu. En það hefur aldrei gengið. Einfaldlega vegna þess að við erum í minnihluta á fundi sambandsins þegar að það kemur saman. En ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljós, gerð svo vel Baldur. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Útskýra það sem ég sagði með tækifærið. Það var á þeim aðalfundi þegar að stjórnarmönnum var fækkað vegna þess að þau hefur samið þarna Sangeyjar og Garður og ég fór því miður ekki upp í ponti eða lagði fram skriflega tillögu en ég ræddi við 2 fulltrúa meirihlutans þungavíkta menn í stjórnarsamstarfinu hvort við ættum ekki að nýta tækifærið og leggja fram tillögu þar sem að við værum með 2 menn inni til að væri áfram 5 manna stjórn og við myndum fá vegna þess að okkur er fjölgað það mikið að við ættum þetta alveg inni og líka til að við værum þá betur tengd inn í þetta. Ég talaði fyrir þessu því miður bara svona, hvað að segja, bak við tjöldin. Þetta var það sem ég hafði svona áhuga á
En við vissum alveg að við myndum hugsanlega fá að þetta yrði fellt eins og Gunnar Þórans var að nefna sko. En þá allavega höfum við sagt það. Við höfum sagt þá að þetta er okkar vilji. Að við erum í þessu samstarfi og við viljum beita okkur meira. Við viljum vera meira þáttakendur í því. Það var tækifærið. En við nýttum það ekki. Fyrst ég hafði ekki einu svona stuðning frá meirihluta Reykjanesbæjar til að koma með þessa tillögu, þá náttúrulega ætla ég ekki að fara einn með hana sko. Þannig að ég nýtti ekki tækifærið. Annað varðandi bara húsnæðismáli sem slík sko. Þá og kemur líka, snerti líka þetta með hjúkrunarheimili. Maður er svona að læra dálítið á þessa stjórnsýslu í dag og þá er eitt máli þegar að menn fara að skoða húsnæði fyrir starfsemi, opinbera starfsemi. Það er svona vinnureglan, það er að það sé byrjað á því að kanna hver er þörfin á húsnæðisrými. Sko. Hvað þarf þessi starfsemi mikið húsnæði? Við vitum það ekki, það er bara þetta húsnæði var notað, hefur verið notað og við vitum ekkert hvernig nýtingin er og annað. Þannig að fyrsta skrefið ætti að vera, okay, hvað er starfsemin viðamikil, hvað þurfum við mikið húsnæði, áður en að bara þetta húsnæði er skoðað. Já, bæjarstjóri hefur áhuga taka hitt í máls, gerð svo vel Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ef ég skildi bæjarfulltrúar Margréti Sandnes rétt, þá vildum fá að heyra hvort og þá hvaða möguleikar væru á að nýta annað húsnæði Reykjanesbæjar. Ég er nú ekki með það alveg svona tandur hreint í kollurum hvað það er, en sveitarfélagið á náttúrulega bæði eitt og í samvinnu við aðra alls konar húsnæði. Það sem kemur fyrst upp í hugan eru byggingar eins og Skólavegur 1, Dráttarbrautarhúsið, það sem áður var SPK, það eru skrifstofuaðstaða þar, Iðavellir 7, og svo, já, ég geti mögulega húsnæði við Faxabraut, það sem að Hlévangur er núna þegar við byggjum nýtt hjúkrunarheimili og það losnar, það er náttúrulega ekki gerast alveg strax og eitthvað fleira, þannig að það væri alveg möguleiki að taka þetta eitthvað saman og velta þessu fyrir sér, en sumt af þessu húsnæði er í notkun í dag eða þyrfti að gera verulega breytingar á til þess að geti henta fyrir svona stöðsumi. En ef að þið óski eftir því, þá getum við farið í þessa vinnu, það er alveg sjálfsagt. Hitt sem ég langar að segja er að í framhaldi af umræðum á þessum bæjarráðsfundi, þar sem þetta mál var rætt, þá var mér falið að þó það sé nú ekki bókað þarna, en að láta framkvæmdastjóra Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, Berglindi Kristinsdóttur, vita því. Annars er að það þyrfti að leiðrétta þarna smá misskilningi í erindinu sem að ég og gerði, en líka að við værum, og það er alveg rétt sem hér kom fram, að bæjarráð samþykkti ekki neitt sérstakt, það var ekki samþykkt bókuð eða gerð í þessu sambandi, en það var heldur ekki hafnað einu en einu og hugmyndum möguleg kaup á þessu húsi þar voru ræddar og menn eins og ég skildi bæjarráð voru á því að það væri rétt að heimila þeim eða við myndum ekki gera athugasemdir við það að máli væri unnið áfram og þar er það statt. Hún fékk þau skilaboð frá mér og ég var þá að senda henni upplýsingar innan á bæjarráði að við biðum þá bara eftir frekar upplýsingum hvort að lánskjör séu ásættanleg og verði þessi sem við tala og svo framvegis og það kemur þá allt saman til formlegrar afgreiðslu og afstöðu hjá bæjarráði síðar. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Friðjón Einarsson er hvað til ljós. Forseti, ákveðið bæjarfulltrúar og gestir, aðeins varandi þetta sem hér er rætt að fyrir nokkrum mánuðum síðan þá samþykkti bæjarstjórn Reykjanesbæjar tillögu
það að við gerum breytingar á SSS, þar að segja á þann veg að við myndum reyna að taka sjálfstæðir einingar frá SSS og gera það sjálfstæðiri, og þarna var verið að tala um Kölku annars vegar og Brunavarnir Suðurnesja. Það hefur verið gert. Kalka komið með alla sína starfsemi út í Helguvík og Brunavarnir Suðurnesja eru einnig munu nú næstu mánuðum flytja alla starfsemi sína í nýtt húsnæði og sjá í framtíðinu allt sitt bókhald og hætta samstarfi við SSS. Þannig að það má segja það að það orðið það sem við samþykktum hérna í bæjarstjórn sínum tíma hefur gengið í gegn, og hugmyndin alltaf að SSS yrði fyrst og fremst samráðsvettvangur. Í samanburði við SSH og samtökin á höfuðborgarsvæðinu að þá ber þess að geta að í stjórn þar eru framkvæmdastjórar sveitarfélagana, ekki sveitarstjórnarfulltrúar. Sveitarstjórnarfulltrúar eru varamenn en aðalmenn eru bæjarstjórar. Hjá SSH eru 3 starfsmenn hjá sambandinu, en hjá okkur má segja það sé 16 mann sem starfi á skrifstofu SSS, og þá meðtalið heilbrigðiseftirlitið og síðan Atvinnuþróunarfélagið eða Heklan ásamt öðrum starfsmönnum SSS. Þannig að má segja að þetta sé kannski svona í starri sniðum hjá okkur með við víðast annar staðar. Að mínu mati að þá á SSS fyrst og fremst að vera samstarfsvettvangur, ekki með eiginlega rekstur. Hann eigi heima í sveitarfélagunum og þarna á að vera umræða á jafnréttis grundvelli. Svo í mínum huga skiptir ekki öllu máli hversu margir fulltrúarnir eru. Ég frekar þetta sé á jafnréttis grundvelli, og að því að eins og í samþykktum SSS sama hjá SSH að þá er að bundi í samþykktum hversu mikið þeir mega binda samtökin fjárhagslegum skuldbindingum. Það liggur alltaf hjá sveitarfélagunum. Það hafa orðið breytingar á SSS sem hafa verið til góðs. Til að mynda að þá eru allt dagskrárefni sem tekið fyrir á fundum sett inn í gátt fyrir okkur til að skoða fyrir alla fundi. Þið getið skoðað allt það efni sem lagt fyrir alla stjórnarfundi hjá SSS löngu áður en að fundunir eru haldnir. Og ég veit að það hefur því miður ekki verið mikið notað að bæjarfulltrúum, hvorki hérna eða öðrum sveitarfélögum, en gáttin klár og við getum farið þar inn. Þannig að ég held að upplýsingastreymi sjálf og sér, það sé kannski ekkert vandamál, allavega ekki stórt vandamál. Baldur rifjaði hérna upp hugmyndir að hafa 5 fulltrúa. Þetta var eitthvað rætt en fór aldrei þangað að við tókum þetta fyrir í umræðu hjá okkur svona formlega í bæjaráði eða bókum eitthvað það. En ég man að þetta var rætt við önnur sveitarfélög og það var nú ekki vel tekið í það á þeim tíma. En ég held kannski aðalega við höldum okkur við hlutverk SSS sem er fyrst og fremst samráðsvettvangur. Og ef við viljum fara þá leið að skipa framkvæmdastjóra sveitarfélagana í stjórn SSS eins og fjárhagsnefndin hefur verið skipuð og var mjög öflug hér á árum áður. Ef það er eitthvað sem mönnum líst á, að hafa þá bara bæjarstjóran þarna inni og þá er fulltrúi á hverjum bæjarráðsfundi og hverjum bæjarstjórnarfundi öllum sveitarfélögunum með allar upplýsingar á hreinu. En þetta er eitthvað kannski sem við þurfum að horfa svona til framtíða með og skoða. Varandi húsnæðismáli þá langar maður að segja það að við eigum ekki að mínum mati að færa skrifstofur SSS niður í miðbæ Reykjanesbæjar. Það veitir ekki af að hafa fjölbreytta starfsemi út í hverfunum og Ásbrú er hverfi sem er að byggjast upp og mér finnst það ekki gott ef við færum að flytja skrifstofuna eitthvað annað. Ég held að þetta húsnæði er gott, það er full nýtt núna, við erum búin að gera umtalsverðar breytingar á starfseminni. Ég ætla að minna ykkur á að Heklan var áður í öðru húsnæði og það var að kröfu Reykjanesbæjar að við fluttum
starfsemina inn í húsnæði SSS, þannig að nú er allt á einum stað sem er mjög gott. Og ég held að það sé ekki gott ef við höfum að flytja þetta inn í miðbæ Reykjanesbæjar. Ég held að við eigum að gera eins og Landsbyggðin alltaf að kalla á að hafa stofnanir líka út í hverfunum. Ég held að það sé bara nauðsynlegt. Þannig að ef það er hagkvæmara fyrir okkur að kaupa þetta húsnæði heldur en að leigja, eins og Guðbrandur sagði hérna áðan, þá held ég við höfum að gera það. Já, það eru fleiri sem vilja taka til máls fundargerð bæjarráðs frá janúar 2020. Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina fyrir fundin til samþykktar. Það er bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina ef vinsamlega skeiðmerki. Hún er samþykkt 11.0. Afsakið. Nú þriðja mál á dagskrá er fundargerð barnaverndarnefndar sem er lögð hér fram án umræðu. Fjórði liður er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. desember 2019 og gef ég orðið laust fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Er einhverju bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar? Guðbrandur Einarsson hefur kast í ljós. Velkomin í pontu, Guðbrandur. Virðulegur forseti, eins og við þekkjum þá samþykktum við gjaldskrá fyrir Reykjanesbæ það sem að ekki var farið fram úr þeim fyrirheitum sem gefin voru í síðasta kjarasamningi að gjaldskrábreytingar er ekki umfram 2,5%. Og mér sýnist á öðrum lið fundargerðar Reykjaneshafnar að þetta hafi verið tekið alla leið og sem er afveinu góða. Reykjaneshafn er þá ekki að hækka umfram fyrirheitin sem gefin voru og við vitum af því að H.S. Sveitir gerðu það heldur ekki. Þannig að við sem sveitarfélagi höfum uppfyllt öll þau fyrirheit sem að gefin voru í þessum samningi og það er afveinu góða. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar? Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp fyrir fundin til samþykktar. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiðmerki. Gunnar Felix, þá er það 11.0. Hún er samþykkt hér með. Nú næst er það 5. liður á dagskránni fundargerð framtíðarnefndar frá 18. desember og gef ég orðið laust fundargerð framtíðarnefndar. Díana Hilmarsdóttir hefur kast í ljós. Velkomin í pontu, Díana. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, kæru gestir. Mig langar að byrja þjóðsköku gleðilegs nýs árs og ég vona að þið hafi haft það gott yfir jóla áramót. Ég kem upp undir 4. fundi hjá framtíðarnefnd frá 8. desember, lið 1 sem er framtíðin í sorpmálum, hvert viljum við stefna. Þetta var fínasta yfirferð frá Steinþóri, framkvæmdastjóra Kölku, stöðuna hér á svæðinu og það sem er í bígerð. Við eigum alveg helling inni í sorpmálum og við eigum að vera leiðandi hér á svæðinu í úrgangsmálum. Við höfum alla burði til þess. Ég er mjög hlynnt því að setja upp grændagáma sem og hefja flokkun á lífrænu sorpi. Á mínu heimili erum við með moltukassa og búum til okkur eigin mold í biðin og höfum gert það töluvert skeið. Ásamt því að taka gler frá og fara með það í Kölku. Ég tel að frekari kynning á því hvernig eigi að flokka fyrir íbúum bæjarins eigi eftir að skila góðum árangri og ég finn mikinn meðbyr og vilja frá íbúum að fara í frekari flokkun. Takk fyrir. Já, orðið er laust. Styrmigauti Fjellsteð, velkomin í pontu. Forseti, ég kem hér undir lið 1 í fundargerð framtíðarnefndar. Ég vil bara byrja að þakka Steinþóri fyrir góða kynningu og yfirferð á stöðunni eins og hún er í dag í sorpmálum í sveitarfélögunum hér á Suðurnesjum.
Eins og kemur fram í glærukynningin þá er 20% af heildarmagni úrgangs hér á svæðinu sem fer í grænutunnar. Það sem að Grindavík stendur sér best og með hærri prósentum þetta en lakasti árangurinn er á Ásbrú. En Kalka hefur mikið metnað fyrir því að hækka þessa prósentu til muna. Einnig nefndi Steinþór að næsta skref í flokkun sorps væri að bæta við flokkun á lífrænum úrgangi sem er ekkert nema jákvætt. Svo er ein glæra þarna sem ég vil minnast á en það er glæran sem sýnir innihald grænnar tunnu en þessi glæra er byggð á sýni sem var tekin úr einni grænni tunnunni núna í lok ágúst upp á Ásbrú þar sem að hlutfall úrgang sem á ekki að vera í tunnunni sem sagt almennt sorp var yfir 30% af heildarmagninu í tunnunni sem er helmingi hærra en algeng gerist annar staðar. Og vegna þess hvað illa hefur gengið að flokka upp á Ásbrú hefur Terra sem er fyrirtæki sem sér sorphirðuna lagt það til að grænu tunnunar upp á Ásbrú verði fjarlægðar og í staðinn verði settar upp þó nokkra grendastöðar inn í íbúðabyggðina þar sem að íbúar sem flokka sinn úrgang vel geti skilað af sér flokkuðum úrgang þangað. En þetta er þó bara ennþá tillaga frá Terra eins og staðan er í dag. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós, gjör svo vel Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæði fulltrúar, gestir, sami liður, bara sorpmálin og þessi flokkunarmál og í beinu framhaldi af umræðunum samráðsvettvangin SSS. Það er allavega slæmlega þannig bara fyrstu viðbrögð við þessari hugmyndum að taka eitt hverfi út og setja upp annað flokkunarkerfi. Það hugnast mér ekki. Ég held frekar að það öll Suðurnesin ættu að vera með sama flokkunarkerfið. Ég þekki þetta ekki hvernig er hjá öðrum Sandgerði og Garði, Vogum og Grindavík en það er stemning fyrir því allavega frá umhverfisráðuneytinu að reyna að samræma þessi flokkunarkerfi sem mest. Við erum bara 360.000 á þessu landi og hljótum að geta komið okkur saman eitt flokkunarkerfi og við geta allavega sýnt svona gott fordæmi í þessu og náð þeim árangri á samráðsvettvangnum SSS að öll sveitarfélögin hérna séu með sama flokkunarkerfi. Þess vegna leggst ég allavega bara svo fyrstu viðbröð að leggjast á móti því að eitt hverfi sé tekið út með eitthvað annað flokkunarkerfi. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér ljós. Guðbrandur hefur ákveðið að yngra með það. Fyrirgeðum Friðjón. Merkilega líkir svona komið undan hátíðunum. Gerðu svo vel Friðjón Einarsson. Herra forseti, við erum bræður í mörgu ég og Guðbrandur. Heyrðu, aðeins varðandi flokkunarmálin, mér langar að segja ykkur á því að eins og þið viti að þá var skipuð samráðsnefnd hjá Sveitarfélaginu Suðurnesjum til að ræða við önnur sárssamlög út af að ósk höfuðborgarsvæðisins og það hefur verið haldið það 2 fundir og þetta snýst fyrst og fremst það að það vilja allir ágirnast Kölku sem einu brennslustöðin á Íslandi og ekki neitt komin neitt botn í það ennþá og það eru samráðsfundur fyrirhugaðir nú í næstu viku og við verðum að sjá hvað kemur út úr honum en það sem ég langar að segja hérna er að umhverfisráðherra tjáði mér rétt fyrir jólin að það eru sett lög núna eftir áramótin þar sem gerð væri skylda að flokka hafa 3 tunnur og það myndi gangi yfir allt landið og þær hugmyndir sem hafa verið á reiki núna varðandi höfuðborgarsvæðið Vesturland og Suðurland er að vera í samstarf í brennslu og flokkun og fyrsta stigið er að samræma þetta allstaðar, hafa þetta allstaðar eins. Mesta ruglið er á höfuðborgarsvæðinu, það verður að segja eins og það er alveg út og suður þar og misjandi hvernig staðið er að því í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og ef eitthvað stað þarf að byrja að taka til þá er það þar. Aftur á móti stöndum við nokkuð vel
Við gerum það með þessa brennstöð og það er ljóst að inn í einhverja í nánustu framtíð þá verður flokkað meira hjá okkur, plús það að það verða uppi einhverja stöðvar, opnar almenningi, þar sem fólk fer til að mynda með glerdósir og ýmislegt sem auðvilt er að fara með. Það verður ekki þá sett í tunnur, heldur verður þetta sett á safnarstöðvar. Hvort að þær við 1, 2 eða hvernig það verður er ekki farið að festa neitt niður en það verður einhvers konar stöðvar í öllum hverfum vonandi til framtíðar. En þetta er risamál og við þurfum að nálgast þetta ekki bara frá því að við viljum vera með heilstæða mynda á flokkunarmálum og sorpmálum á Suðurnesjunum, en við höfum kannski besta tækifæri til að hafa svona heilstæða stefnu og vonandi á næstu mánuðum að þá lukkast okkur það að skapa heilstæða stefnu sem byggir á einhverjum eðlilegum fjárhagslegum grunni. Og þú veist, eitt vandamál er til dæmis það að ef einstaklingur eins og ég vil vel endilega fara á sunnudögum út í Kölku og þá er lokað að það er dýrt að hafa opið á sunnudögum. En ég hef aðra 6 daga til að fara út í Kölku til að mynda laugardögum. Og margar kvartanir sem berast er að af hverju er ekki akkurat opið þegar ég vil fara með ruslið. Og okkur hættustundu til að fara með umræðuna þangað. En þjónusta er dýr og við viljum reka þetta þannig að við þurfum ekki að hækka sorpgjöldin hjá okkur á hverju ári. Mörg sveitafélög eru farin að lenda í því og við viljum fara í hináttina, lækka gjöldin, lækka sorpgjaldið eins og við gerðum núna á nýja ári og ég held að framtíðin sé björt hjá okkur. Við þurfum bara að þora að taka þessa stóra ákvörðun hvert við ætlum að stefna og flest stærstu fyrirtækin í sorphirðu á Íslandi hafa óskað eftir samstarfi við okkur, við sveitafélögin og við Kölku, hugsanlega með kaup í huga eða samstarf í huga. Þetta er allt sem er engar ákvarðanir hafa verið teknar og verða auðvitað teknar á borði bæjarstjórna, fyrst og fremst. En vonandi á næstu mánuð þá koma þessar lausnir betur í ljós hvernig þetta endar, en ég er mjög ánægð með það að framtíðarnefndin skuli vera að skoða þetta mál. Við eigum að skoða þetta sjálf fyrir okkur, hvað okkur finnst og berjast síðan fyrir okkur lausnum þegar fram í sækir. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig fundargerð framtíðarnefndar? Gunnar Þórarinsson hefur hvað sér hljóðs. Velkomin í pontu, Gunnar. Vilja fórseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það er nú bara gaman að fjalla þessi mál. Þetta er stór hluti af lífinu. Það fara með sorp í Kölku og já, bara nýta það með ýmsum hætti. Við steinun að frumkvæði steinunar konuna minnar þá vorum við með moltugerð í gamla daga. Tókst bara nokkuð vel. Það var bara út í garði hjá okkur og afurðirnar voru notaðar til þess að bera á trén. Góður áburður. Það reyndist að vera ómögulegt því að trén óxu umfram allar vonir og fóru að skyggja á sólina. Þannig að það var ekki nógu gott. Þannig að það er svo sem líka til eitthvað sem að er ekki gott við að nýta sorpið. Annars hef ég ferðast við það í útlöndum og þar er víða verið að setja upp gáma þar sem er verið að flokka segi ég. Og mér hefur alltaf fundist það svona allt í lagi. Það var gerð tilraun með þetta einu sinni hérna, setja upp gáma við já, það var einhver staðan nálægt samkaupum eða Netto. Og mér fannst það takast nokkuð vel. Þessu var hætt af einhverjum ástæðum. Átta mig ekki á því hvers vegna. En það myndi leysa vandan með til dæmis helgar að geta komið sorpinu frá sér á sunnudögum. Það er í raun og veru eitthvað sem að við ættum að hugsa held ég.
Annars verð ég að minnast á það núna að ég fengi margar kvartalir núna yfir jólin sorpurðina. Það er bæði úr einni Njarðvík og ytri Njarðvík reynda líka og það er eiginlega ekki nógu gott ef að þjónustan yfir hátíðarnar er með lagaramóti því að þar er verið í raun og veru að henda mest rusli. Þar kemur langmest af rusli í tunnurnar. Já, fundargerð framtíðarnefndar er hérna til umræðu. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig hana? Ef að svo er ekki þá ætla ég að leyfa mér að bera fundargerð framtíðarnefndar frá 18. desember upp í fundin til samþykktar. Það er bæjarfulltrúar sem geta samþykkt hana vinsilega skeiðmerki og hún er samþykkt 11.0. Nú næst er það 7. liður á dagskránni fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. desember 2019. Má með sanni segja að þetta sé svona eitt af hápunktunum á þessum fundum. Það er að fara yfir umhverfis- og skipulagsmálin en það alltaf mjög mikilvægur málaflokkur. Nú fundargerðin, hún verður til umræðu hér í heild sinni og eftir en við byrjum á því að ræða sérstaklega 4. liði fundargerð og allar bara 12 breyting og deiluskipulagi þar sem að samþykkja þarf hann sérstaklega. Og er orðið laust þann þátt í fundargerðinni. Er einhverju sem vilja taka til máls varðandi 4. lið? Ef svo er ekki þá byrji 4. lið upp við fundin til samþykktar þess að geta samþykkt hann vinsilega skeiðmerki. Hann er samþykktur 11.0. Og samkvæmt mínum upplýsingum eru ekki fleiri þættir í þessari fundargerð sem þarf að ræða sérstaklega og gef ég því orðið laust fundargerðinni í heild sinni. Er einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls fundargerðinni í heild sinni? Margrét Sanders hefur hvað til hljóðs. Gjör svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna upp undir lið 14, strætó, þar sem var kynning út af strætó leið eða nýju strætókerfi. Og mér finnst mikilvægt að það komi fram að grunnvinnan varðandi strætókerfið hefur verið algjörlega til fyrirmyndar. Grunnvinnan og markmiðið sem var með henni hefur verið algjörlega til fyrirmyndar. Það var fengið sérfræðingur í sambandi við strætóferðir og strætóleiðir og það var unnið náið með honum. Það var upphaflega síðan kom tillaga inn sem við lögðum mjög mikið gegn og líka íbúarnir að það væri farið frá Innra-hverfinu og upp í Ásbrú á leiðinni til Ytri Njarðvíkur og Keflavíkur. Og það var fallið frá því og leiðinni breytt og núna er sérstök leið sem gengur á milli Innra-hverfisins og Keflavíkur með viðkomu í Ytri Njarðvík og þá sér Ásbrúarleið. Við fögnum því að strætó ferðum, eins og sagt er í samantekt og lokaorðum í kynningu í umhverfis- og skipulagssviði, að skiptingum fækkar, það er kannski ekki aðalmálið, en heildar ferðatími, hann minnkar. Það er skýrara og einfaldara fyrir nýja notendur að vinna í þessu. Það er gott. Það er lengri þjónustutími. Það er sannarlega verið að lengja þjónustutíman og það er gott. Og það er aukinn helgarakstur. Allt þetta kemur sér vel og við verum að átta okkur á því að sveitarfélag okkur er breytt. Áður en Njarðvík sameinaðist Keflavík og Höfnum, þá töluðum við Njarðvíkingar alltaf týndu Njarðvík og ekki bara Innra-hverfið tala eða íbúarnir þar, heldur allir. Það voru fáir, eða tiltölulega fáir sem bjuggu þar,
en þeim fannst þeir afskiptir, fengu ekki sömu þjónustu og ferðir strætó. Það er sambarlegt og við erum að ræða núna. En veruleikin er annar í dag. Innra hverfið, innri Njarðvík, er mjög stórt hverfi með mjög litla þjónustu núna, en það stendur til bóta, og mikið af börnum og flest þjónusta, það eru einhverjar íþróttaæfingar þarna, en flest þjónusta er í ytri Njarðvík / Keflavík. Þarna á ákveðnu svæði sem að er við bæjarmörkin þar gömlu eða í Keflavík. Þannig að strætóferðir eru miklu mikilvægari en áður. Það sem að er, af því að ég vil sérstaklega þakka fyrir grunnvinnuna sem er mjög góð og mér finnst mikilvægt að það sem ég er að segja núna er alls ekki beint gegn einum eða neinum vegna þess að grunnvinnan er góð. Það sem er svo sárt og svekkjandi og algjörlega óþolandi eftir svona góða grunnvinnu er litli hlutin á þessari framkvæmd sem að er ekki góður. Það er samráð. Þetta er 103 í breytingastjórnum. Samskipti. Það eru 2 atriði sem að menn eru hvað óanægasti með, sem að eru háværustu mótmælin með þessu. Það er annars vegar hluti af innra hverfinu sem er mjög ósáttur og telur að mun lakari þjónustu sé að ræða. Og ég vil þakka, og ég sá að bæjarstjóri setti þetta inn á Facebook, þannig að ég vil þakka honum og þeim sem stóð að því að setja fundi í innra hverfinu 4. janúar með litlum fyrirvara en hlustað á íbúðina vegna þess að það hafði komið frá mikið óanægja og þeim vildi hlusta. En það breytir ekki því að við erum ennþá með samt að gera þetta betur með ákveðin hóp, of stóran hóp, mjög óanægjan. Og að okkar mati finnst okkur mikilvægt að hlusta á íbúðina. Hitt það er Fjölbrautaskóli Suðurnesja, þar sem að stoppustöðin er lengra frá og ég skil alveg þessi rökvarandi þetta stoppbrautir, að það sé erfitt fyrir strætó að fara inn í hverfin, en það sem að er óviðunandi er að tímasetningin passar ekki. Að klukkan 8:01 eigi að stoppa við Reykjaneshöll og það á að ganga af Fjölbraut inn í tíma og tíminn byrja 8:05. Og þetta er þjónusta sem að innra hverfið, sérstaklega innri Njarðvík, Ásbrú og hluti af Njarðvíkur hverfi sem er töluvert langt frá og auðvitað hluti að Keflavík er skárra því að það kom aðeins fyrr. Að þetta er algjörlega óviðunandi og hvað er til ráða í umræðum áðan þegar kynning fór fram á þessum ferðum, þá kom fram að Fjölbrautaskólinn ætti að breyta sinni töflu. Það getur vel verið til lengri tíma. Það getur vel verið til lengri tíma að það sé lausnin, en það er mjög flókið mál að gera það á 0,1. Og ég veit bara að stundatöflu gerð og samræming með ýmis húsnæði sem að er nýtt bæði í kennslu og fleira og tímasetningar allra sem vinna þarna er mjög flókið þegar að svona langt er inn í önnina komið eða önnin er bara við það að byrja, hvort er ég að byrja eða jafnvel hafin. Þannig að ég velti fyrir mér og hvort að við þurfum ekki að ræða þetta bæjaráð allavega og legg hér til og er ekki með skriflega tillögu sem ég beist afsökunar á, hún er óskup einföld. Ég legg til að við tökum þetta mál til umræðu á bæjaráðsfundi og helst á næsta bæjaráðsfundi. Takk. Já, ég vil minna það að dagskrá fyrir bæjaráðsfundi á 50-daginn held ég hafi verið send út en getur svo sem alveg stutt það að við ræðum áfram þessi mál, þetta er heita mál. Friðjón Einarsson hefur hvað sér ljós, gerð svo vel Friðjón. Forseti, við erum búin að ræða nýtt strætókerfi mjög lengi og ég veit að þetta er stór mál fyrir alla sem að því koma, hvað sem eru stofnanir eða fólk sem eru að sækja vinnu og hvað
hvað sem það nú er. Það er að vanda verkin og það má vel vera að við höfum ekki alveg klárað eða tikkað í öll box í þessu samráði. Ég veit að samráðið var mjög gott fyrir grunnskólana og nemendaráðið og ekki síst ráðið fulltrúa allra nemenda í öllum skólum, þar með talið fjölbrautaskólanum. Við erum í raun og veru fyrst skipt í sögunni að hafa kerfi sem heitir ekki sem er ekki skólabíll eða frístundabíll heldur almennar samgöngur. Þetta er í fyrst skipt í sögunni sem við erum raun og veru að gera það. Og ég held að þetta sé oft á tíðum spurning hvað er langt og hvað er ekki langt. Og hvort að einhver þurfa að labba 400 metra eða 500 metra finnst mér ekki vera spurning í þessu sambandi, alls ekki. Ég bý kílómetri frá fjölbrautaskólanum og börnin þar þurfa að labba í fjölbrautaskólanum, hafa engan strætó til að taka þaðan og það verður alltaf erfitt að hafa algjört jafnræði í þessu. En auðvitað er það fyrir þá sem lengst eru frá að geta komist sína leið og á réttum tíma. Ég held líka að strætókerfið, það sé rétt sem hér er verið að gera að keyra til stofnbrautum, það sem því verður við komið. Það er reynsla eins og okkur hefur verið kynnt allra annara sveitarfélaga og sérfræðingi í þessum málum að það er það sem gildir og síðan getum við bætt tíðnina og það eru lausnir varðandi hvað við getum leyst þetta mál sem bæjarfulltrúi Margrét var að nefna fjölbrautaskólann. Við getum leyst það og einfaldan hátt fram á vor og ég held að það verði ekki vandamál en ég held að sé mjög mikilvægt að við hlaupum ekki upp til hand og fóta yfir því að einhver þarf að labba mínútu eða 2 lengur í strætó. Því við getum aldrei hanna kerfi með því að uppfylla allar þarfir samfélagsins. Það er bara ekki hægt. Og hér segi ég það sem ólst upp við að vera í strætó í 10 ár, bæði vinnu og skóla og þurfti ofta að taka skiptivagna og vera með skiptimiða og annað að maður venur sig á þetta og maður vinnur eftir hvernig kerfið er. Hérna er fólk ekki vant því. Það er bara þannig. Og í Reykjavík, bara getur gefið ykkur sem dæmi að það hefur tekið klukkutíma að fara frá einu hverfi í Reykjavík í Garðabæ. 1 klukkutíma. Við erum að tala hérna mínútur, örfáar mínútur. Og kerfið okkar er eins og það er, ef við leggjum það ofan á Reykjavík og þá nær það frá Vesturbæ í Reykjavík upp í Grafarvog. Og Grafarvogsmaður sem ætlar að fara í KR-heimilið, hann tekur ekki 1 strætó, hann þarf að skipta. Þannig að kerfið okkar er dálítið einstakt og gott og við þurfum kannski eitthvað að hlýðra til með hluti eins og Margrét nefndi og ég get alveg tekið undir það. En ég held að þetta sé rétt stefna sem hér hefur verið tekin og helst hefði ég vilja sjá þetta vera 1 strætó en það voru aðilar í Njarðvík sem sá ofsjónum yfir því að keyra í 5 mínútur upp í Ásbrú. Það sér engin ofsjónum yfir því í Reykjavík að taka beygju í eitthvað hverfi og út aftur. En þannig er þetta bara hérna oft í minni samfélögum, menn hafa það gott og við erum nálægt og viljum ekki lengja tíman. En það hefði verið allra besta kerfið, það var bara eina leið og keyra á 20 mínútna fresti. En ég held að við skulum, ég ætla að taka undir sjónum í Margrétar, við skulum bara ræða þetta í bæjaráði aðeins nánar og sjá hvaða möguleikar eru í stöðunni og kalla okkar starfsmenn inn á fundinn og sjá hvort við getum ekki eitthvað skoða þetta betur. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðbrandur Einarsson hefur hvað til hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, já, svo umræða sem áttu sér stað á samfélagsmiðlum núna undanfarna daga breytingar á þessu kerfi okkar hefur ekkert farið fram hjá okkur
Það er greinileg óánægja á ákveðnum stöðum með þessar breytingar. Við heyrum ekki mikið þá sem eru sáttir við breytinguna, en það er oftast þannig að óánægjuraddirnar eru háværari. Skiptir ekki máli hvaða mál það er, heldur er það yfirleitt þannig. Ég vil taka það fram, ég hef ekki hundsvit á strætó. Ég veit ekki hvernig slíkt kerfi á að virka. En ég held að við þurfum samt að horfa til þess að við séum að reyna að uppfylla þarfir íbúana með slíku kerfi. Mér fannst bæjarfulltrúi Friðjón segja ýmislegt gott þetta. Getum við þjónað öllum og hvers konar kerfi viljum við hafa? Er þetta almenningsvagnasamgöngur eða er þetta skólabíll? Ég held að við höfum verið að reyna að sameina hvort tveggja, eða sameina þetta sem bæði í eitt kerfi en sem er þetta bara erfitt og snúið. En ég held að þessi breyting, þrátt fyrir þessa agnúa sem við erum að sjá komið ljós, ég finna góða, eins og bæjarfulltrúi Margrét nefndi hér, margt gott í þessu, fjölgun á ferðum og keyrsla melgar og ýmislegt annað sem getur gagnast okkur. Þannig er þetta bara, við lifum ekki í fullkomnum heimi, við erum að gera breytingar sem að hafa ákveðið för með sér og við eigum auðvitað bara að anda með nefinu og taka djúpa andan og leyfa þess að þróast. Þetta getur auðvitað orðið vísir af einhverju öðru, kannski er þetta bara eitt liður af mörgum í því kerfi sem við viljum sjá þegar við verðum búin að fullkomna þetta kerfi. Þannig að ég veit ekkert hvort að við ættum að vera að taka þetta inn í bæjarráð á þessum tímapunkti. Ég held að bæjarráð er fjármálaráð. Við erum með umhverfis- og skipulagssvið og umhverfis- og skipulagsráð sem á að vera fagráð. Og ég held að það væri bara ágætt að umhverfis- og skipulagsráði myndi taka við þeim ábendingum sem fram hafa komið og þeirri gagnrýni sem fram hefur komið og velta því fyrir sér hvort að þörf sé á því að gera breytingar strax á þessu stigi eða hvort að við ættum að bíða aðeins og láta þetta þróast og sjá hvernig þetta kemur út og taka þá einhver ákvörðun breytingar eða ekki breytingar. En ég held að það sé alveg óþarfi að við í fjármálaráðinu séum við eitthvað aðeins okkur yfir málinu á þessum tímapunkti og leifum þá bara fagaðilum að mata okkur á einhverju sem að getur þá gagnast okkur í framhaldinu. Já, orðið er laust fundargerðina. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Baldur Guðmundsson hefur kast í ljós. Virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Bara örstutt strætómálin. Þetta er alltaf eilíða verkefni. Það er ekkert búið að finna upp besta strætókerfi fyrir höfuðborginni eða höfuðborgir almennt bara út allan heim. Það er allstaðar þessi vandamál og ég satt einu svona skólabekk með manni sem að skipulagði strætókerfi höfuðborgarinnar og hann sagði að þó við myndum setja upp grillaðstöðu á biðskýlunum þá er fólk samt óánægt með að það væri þá ekki ískapur líka eða eitthvað þess áttar. Þannig að þetta er bara eilíða verkefni og það er kannski alveg rétt að svona taka aðeins púlsinn á þessu aðtók hvernig þetta rétti sig af og starfsmenn sviðsins taki við ábendingum og svari og upplýsi. En mér finnst alveg full ástæða fyrir því að við fylgjumst með, hvort sem það er í gegnum bæjarráð eða umhverfisráð og bæjarráð er náttúrulega, það var bent á að þetta er fjármálaráð og þá náttúrulega verðum við líka að vita að það er fjármunum vel varið í þessu nýja strætókerfi. Þannig að ég allavega legg til þó að kannski sé ekki rokið upp til að handa á fóta núna að við séum að fylgjast með þessu. Orðið er laust. Það eru fleiri sem vilja taka til máls.
Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera þessa ágætu fundarkjörnundi fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykt fundarkjörnuna vinsæliskeið merki. Hún er samþykt 11-0. Fyrsta tillagan að vísa málunni í bæjarráð. Það er fyrst að taka það. Já. Það var ekki lagt fram. Já, ekkert mál. Forseti skal taka þetta í greina. Ég bara stóði þeirri meiningu að það væri búið að samþykja það. Afsaki fljótfærnina í mér. En ég mun formlega bera það upp í fundin. Þeir bæjarfulltrúar sem styðja það að þessum lið verið vísað í bæjarráð næstkomandi 5. dag vinsæliskeið merki. Þeir sem eru á móti vinsæligast ég merki 3 sitja hjá. Þar á leiðandi er það samþykkt og því vísað í bæjarráð á 5. daginn kemur. Nú þá er það formlega frá og lýkur þá þar með dagskráni. Forseti ætlar að gera hlé á fundi til þess að farið verði yfir fundagerð.
579. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 7. janúar 2020 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jónasdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöfa Sandes, Styrmi Gauti Fjellsteð, Gunnar Felix Rúnarsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál. Fundagerð bæjarráðs 19. desember 2019. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson og Friðjón Einarsson. Fundagerð samþykkt 11.0. Annar mál. Fundagerð bæjarráðs 2. janúar 2020. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tóku Margrét Ólöfa Sandes, Guðbrandur Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson, Kjartan Már Kjartansson og Friðjón Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11.0. Þriðja mál. Fundagerð barnaverndarnefndar 16. desember 2019. Fundagerðin lögð fram. Fjórða mál. Fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar 17. desember 2019. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tók Guðbrandur Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11.0. Fimmta mál. Fundagerð framtíðarnefndar 18. desember 2019. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Baldur Þór Guðmundsson, Friðjón Einarsson og Gunnar Þórarinsson. Fundagerðin samþykkt 11.0. Sjötta mál. Fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs 18. desember 2019. Forseti gaf orðið laust eftirfarandi liði fundagerðarinnar frá 18. desember til sérstakrar samþykktar. Fjórði liður fundagerðarinnar Vallabraut 12 breyting á deiliskipulagi var samþykkt með 11 atkvæðum án umræði. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tók Margrét Ólöfa Sandes sem lagði fram tillögu á 14. máli stræt og kynning verði vísað til umræði í bæjarráði. Tillagan samþykkt með 8 atkvæðum, 3 sitja hjá. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson og Baldur Þór Guðmundsson. Fundagerðin samþykkt að öðru leyti 11.0. Ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundagerð fundarins fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina vissulega skeiða merki. Og fundagerðin samþykkt 11.0. Þá slítum við hér með fundi. Eigið gott kvöld.